hvíldardag nokkurn kom Jesús í hús eins af höfðingjum farisea til máltíðar og höfðu menn gætur á honum. Þá var þar frammi fyrir honum maður einn vatnssjúkur. Jesús tók þá til máls og sagði við lögvitringana og farisejana: Er leyfilegt að lækna á hvíldardegi eða ekki? Þeir þögðu við. En hann tók á honum, læknaði hann og lét hann fara. Og Jesús mælti við þá: Ef einhver ykkar á asna eða naut sem fellur í brunn, mun hann ekki óðar að draga það upp, þótt hvíldardagur sé? Þeir gátu engu svarað þessu. Jesús gaf því gætur hvernig boðsgestir völdu sér hefðarsætin, tók dæmi og sagði við þá: Þegar einhver býður þér til brúðkaups, þá set þig ekki í hefðarsæti. Svo getur farið að manni þér fremri að virðingu sé boðið. Og sá komi ykkur bauð og segi við þig: Þoka fyrir manni þessum. Þá verður þú með kinnroða að taka ysta sæti. Far þú heldur þér boðið og set þig í ysta sæti, svo að sá sem bauð þér segi við þig þegar hann kemur: Vinur, flyt þig hærra upp. Mun þér þá virðing veitast frammi fyrir öllum sitja til borðs með þér. Því að hver sem upp hefur sjálfan sig, mun auðmýktur verða. En sá sem lítillækkar sjálfan sig, mun upphafinn verða. Þá sagði Jesús við gestgjafa sinn: Þegar þú heldur miðdegisverð eða kvöldverð, bjóð þá hvorki vinum þínum né bræðrum, ættingjum né ríkum nágrönnum, því að þeir bjóða þér aftur og þú fær það endurgoldið. Þegar þú gerir veislu, þá bjóð þú fátækum og örkumla, höltum og blindum. Og munt þú sæll verða, því að þeir geta ekki endurgoldið þér, en þú fær það endurgoldið í upprisu réttlátra. Þegar einn þeirra að borði sátu heyrði þetta, sagði hann við Jesú: Sæll sá sem situr til borðs í Guðs ríki. Jesús sagði við hann: Maður nokkur gerði mikla kvöldmáltíð og bauð mörgum. Stundin kom að veislan skyldi vera, sendi hann þjón sinn að segja þeim boðnir voru: Komið, nú allt tilbúið. En þeir tóku allir að afsaka sig einum munni. Hinn fyrsti sagði við hann: Ég hef keypt akur og verð að fara og líta á hann. Ég bið þig, haf mig afsakaðan. Annar sagði: Ég hef keypt 5 tvendir akneita og á förum að reyna þau. Ég bið þig, haf mig afsakaðan. Og enn annar sagði: Konu hef ég eignast, ekki get ég komið. Þjónninn kom og tjáði herra sínum þetta. Þá reiddist húsbóndinn og sagði við þjón sinn: Far þú fljótt út á stræti og götur borgarinnar og leið inn hingað fátæka, örkumla, blinda og halta. Og þjónninn sagði: Herra, það gert sem þú bauðst og enn rúm. Þá sagði húsbóndinn við þjóninn: Far þú út stíga og vegi og þrýstu á menn að koma inn, svo að hús mitt fyllist. Því ég segi ykkur að enginn þeirra sem fyrst voru boðnir mun smakka kvöldmáltíð mína. Mikill fjöldi fólks var Jesú samferða. Hann sneri sér við og sagði við mannfjöldan: Enginn getur komið til mín og orðið lærisveinn minn, nema hann taki mig fram yfir föður og móður, maka og börn, bræður og systur og enda fram yfir eigið líf. Hver sem ber ekki sinn kross og fylgir mér,
getur ekki verið lærisveinn minn. Hver yðar sest ekki fyrst við ef hann ætlar að reisa turn og reiknar kostnaðinn, hvort hann eigi nóg til að ljúka verkinu. Ella má svo fara að hann leggi undirstöðu en fái ekki lokið við og allir sem það sjá taki að spotta hann og segja: þessi maður fór að byggja en gat ekki lokið. Eða hvaða konungur fer með hernaði gegn öðrum konungi og sest ekki fyrst við og ráðgast hvort honum sé fært að mæta með 10.000 þeim fer á móti honum með 20.000. Sé svo ekki, gerir hann menn á fund andstæðingsins meðan hann enn langt undan og spyr friðarkosti. Þannig getur enginn yðar verið lærisveinn minn nema hann segi skilið við allt sem hann á. Saltið gott, en ef saltið sjálft dofnar, með hverju á þá að krydda það? Hvorki það hæft á tún né taðhaug, því fleygt. Hver sem eyru hefur að heyra, hann heyri.